Í sal að halda langa ræður. Ég vil fyrst og fremst stuttar og hnitmiðaðar spurningar eða stutt og hnitmiðuð komment. Við munum reyna að safna nokkrum slíkum saman, gefa síðan panelistum kost á að bregðast við ef þörf krefur og svo loks frummælanda hér að taka saman líka athugasemdir við hennar framsögu hér áðan. Þorkell Björnsson. Já, Þorkell Helgason heiti ég sætt í stjórnlagaráði. Ég vil þakka ykkur fyrir þessi fróðlega seminar og framsöguræðumennum sérstaklega. Auðvitað sýnir sitt hverju með þessum máli. Öll. Og eins og Eiríkur Bergmann sagði réttilega, það getur enginn fengið þá stjórnarskrá sem hann nákvæmlega vil. Og þetta var auðvitað málamiðlun. En varðandi forseta, þá vil ég eiginlega andmæla því að það sé ekki heildarstefna í hugsun okkar hlutverk hans. Hann á að gegna þjóðhöfðingja hlutverki því að vera puntfígúra, ef við notum það orð, og að vera gæslumaður, aðhaldsmaður. Ég tel að þetta sé algjörlega ljóst. Vitaskuld rættum við oft málið út frá gerðum og stöðum forseta Íslands núna. En við náttúrulega getum ekki fyrir að leggja til stjórnarskrá sem einhvern veginn miðuð við hvað einn ákveðinn maður að gera, hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Það er ekki launungarmál. Það var á einum tíma inni ákvæði sem sagði að forseti Íslands ætti að halda sig saman í útlöndum. Man ekki nákvæmlega orðaði. En okkur þótti þetta nú ekki kurteist og ég tel að það sem Eiríkur vitnaði í sé algjörlega skýrt í þessum efnum. Ágúst nefndi ágætlega og réttilega að þetta verður, og reynda Sigurður Líndal líka, að það alltaf þjóðhöfðingjar geta alltaf misnotað vald sitt. Ég vil bara bæta við tvennu og það það að þetta ákvæði að forseti lýðveldisins tilnefni eða bendi á forsætisráðherranni, það sækjum við líka til þýskustjórnar. Mér ekki kunnugt að það hafi nokkuð tíma valdið vandræðum. Ágúst þekkir þessar söguefnis betur en ég veit ekki til þess. Þýski forsetinn hefur líka, sambandsforsetinn, hann hefur líka vald til þess að synja lögum staðfestingar og hefur oft gert það á þess að það hafi komist í heimsréttinnar. Hann nefnilega gæslumaður þess að það sé ekki verið að brjóta stjórnarskrána og hann hefur virkilega passað upp á það og það hefur oft komið til þess ákvæðis. Að lokum, þetta fyrirkomulag sem Björg var sem betur fyrir hrifinn af var kosningu forsetans. Það nákvæmlega eins og það sem búið að nota á Írlandi í 80 ár og var núna síðast notað síðustu helgi. Ég held að í meirihluta tilvika, ég hef ekki kannað það nákvæmlega, þá hefur írski forsetinn ekki verið kosinn að fyrsta vali með meirihluta atkvæða. Það er meira að segja tvisvar sinnum komið fyrir að sá sem fékk flest atkvæða fyrsta vali varð ekki á lokum kosinn þegar var búið að færa til atkvæða. Annar Bekkur, gjör svo vel. Auðun Arnarsson heiti ég. Mér fannst Björg einmitt komið með mjög góðar ábendingar varðandi þetta misræmi sem milli ákvæðanna málskotsrétt forseta og hins vegar rétt almennings til að þvinga framhjáðaratkvæði lög með í rauninni mjög lágu hlutfalli kjósenda. Ég tók líka eftir því í síðasta uppkasti stjórnlagaráðs frumvarpsins áður en lokaskjalið var svo samþykkt, sem var nú bara 2 dögum eða svo áður en lokaskjalið var samþykkt. Þá var einmitt þetta ákvæði að halda inni óbreyttum málskotsrétti forseta ekki í frumvarpinu. Þannig að það kom fyrst inn á þessum lokasprettum málamiðlana greinilega í ráðinu. Mér finnst kannski Eiríkur svolítið að breiða yfir þá þetta augljósa misræmi sem milli þessa ótakmarkaða valds forsetans til að vísa hvaða lögum sem til þjóðaratkvæðis annars vegar svo hins vegar þess að almenningur hafi þennan mjög líka auðsótta rétt með þessu tiltölulega lága hlutfalli til að þvinga fram þjóðaratkvæði en hins vegar með þessum takmörkunum sem eftir mjög skynsamlega líka hvers konar mál má vísa til þjóðaratkvæðis ef að Eiríkur kannski sem fulltrúi stjórnmálaráðherra til þess. Takk, Eiríkur gerir þá eftir. Þorvaldur Gylfason, gjör svo vel.
Já, mér langar að þakka frummælendum fyrir þeirra mál. Mér langar að gera 2 athugasemdir. Og það sem Björn Thorarensen prófessor telur frumvarpið út last, það tel ég þvert á móti vera kosti. Og það sem hún kallar ávísun á átök, það heitir í minni bók valddreifing. Við ákváðum að múlbinda ekki forsetann einmitt til þess að hann sé ekki bara kurteisis ástæðum, heldur einnig af hagnýtum ástæðum. Frjáls til þess að haga sínu máli Ísland, hvort það er innanlands eða utan, á þann hátt sem hann telur sem þjóðkjörnum forseta þjóna hagsmunum landsins best. Og það verður einmitt verið að ýta undir ofurveldi framkvæmdarvaldsins ef það væri setning í þessari grein sem ræðir sem múlbindur forseta. Einmitt það vildum við varast, það er rauður þráður í frumvarpinu einmitt að dreifa valdi til þess að það megi aldrei aftur gerast að framkvæmdarvaldið sé eiginlega með löggjafarvaldið í öðrum rassvasanum og dómsvaldið í hinum. Þannig hefur ástandið í landinu verið frá því bráðabirgðastjórnarskráin sem enn í gildi var samþykkt á Þingvöllum 1944. Björn nefnir sérstaklega skipun dómara og það sé að, hún sagði ekki hreint en það lá í orðum hennar, að það var ástæðulaust að hafa þetta svona í stjórnarskráni úr því að það voru sett lög bara mjög nýlegum málum. Ég er öðrum máli. Það er einmitt bráðnauðsynlegt að hafa þetta í stjórnarskráni til þess að taka af Alþingi réttinn til þess að hverfa aftur til fyrir átta. Stundum þarf að færa lagaákvæði inn í stjórnarskrána til þess að vernda almenning fyrir hættunni á því að lögunum sé breytt. Hitt atriði sem ég langar til þess að nefna hlutverk forsetans. Auðvitað tókum við eftir því að forseti Íslands í setningaræðu sinni í Alþingi daginn hafði þau orð að frumvarpið gerði ráð fyrir auknu valdi embættisins. Ég lít þetta öðrum augum. Við erum að breyta hlutverki forsetans og það skiptir kannski tvennt mestu máli. Annars vegar þarf forsetinn nú að deila með sér málskotsréttinum sem Sveinn Björnsson ríkisstjóri af miklum hyggindum að bjó í bráðabirgðastjórnarskránni 1944 þótt að honum ekki beitt síðan þessum rétti fyrir 60 árum síðan. Svo mikið var forsjá og fyrirhyggja ríkisstjórans þáverandi. Og í þessu má segja að felist skerðing á valdi forsetans að hann deila því núna með þjóðinni. En á móti kemur að forsetanum eru falin ný hlutverk, aðhaldshlutverk, annars vegar með skipun dómara eins og fram kom og hins vegar með skipun annarra embættismanna. Því að honum falið að skipa formann í eins konar Civil Service Commission sem við köllum nú bara nefnd í frumvarpinu til þess að þingið hafi frelsi til þess að skýra nefndina eftir eigin höfði. Og þessu einmitt ætlað að tryggja að framkvæmdarvaldi geti ekki með sama hættu áður farið sínu fram með því að fylla embættiskerfið með óhefðu fólks. Og það, hvort menn telja að heildina litið hafi vald forsetans aukist eða verið skert, það fer bara eftir mati manna á því hversu mikilvæg þessi tvö óskyldu hlutverk eru. Og þess vegna er ekkert eitt svar til við þeirri spurningu verið að auka eða skerða vald forsetans. Það fer bara eftir einstaklingsbundnu mati á mikilvægi þessara tveggja ólíku hlutverka. Takk fyrir. Það hefur einn til viðbótar beðið orðið og áður en ég gef þeim þáttakanda það. Einhverju fleiri, annars myndum við í framhaldi af honum víkja aftur að frummælendum. Gjörðu svo vel. Já, mér langar að benda á... Biðjum að kynna þig. Já, Jón Þór Olsson heiti ég, stjórnarmaður í Hreyfingunni. Mér langar að benda á það er að segja að almenningur, þegar ræðir við fólk og er að kynna fyrir hvers vegna þessi stjórnarskrá, hún býður upp á svo miklu betri kosti fólksins til þess að tempra spillingu í samfélaginu miðað við þá stjórnarskrá sem núna er ríkjandi. Og
og bendum á að það 10% kjósenda sem getur haft frumkvæði að lagafrumvarpi en það sé ekki með fjármál, skattamál, þjóðréttarskuldbindingar og þá spyr fólk býtum hvað með ICEF? Jú, nei, við þjóðin, 10% þjóðanna hefðum ekki getað sett ICEF í þjóðaratkvæði. Þegar fólk heyrir þetta þá segir að nei, ég hef engan áhuga á þessari nýju stjórnarskrá. Aftur á móti þegar maður segir þeim svo, en forseti Íslands, hann hefur ennþá algjörlega sinn málskotsrétt og gæti þá vísa svoleiðis málum í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá segir fólk strax, já, ok, áliðslega. Takk. Takk fyrir. Sigurður Líndal, vilt þú taka aftur til máls? Ég skal vera rastund. Það í fyrsta lagi, ég sjálfur heldur andvígur heildarendurskoðun. Það kannski ekki gott að vera að byrja því núna, það hefur að segja þetta fyrst. En þetta sektin aldrei. Ég vil helst að stjórnarskrá sé endurskoðu svona smátt og smátt, líkt og Bandaríkjunum gera. Ég vil gjarnan líka venjuréttur svona fá að myndast framkvæmd eins og tengst með málskotsréttinn. Það myndast svona viss venjuréttur í kringum hann og þetta að þróa svona þokkalega mínum dómi. Þannig ég myndi nú telja heppilegast að nota þessa tillögur til að taka einhvern einstakann þátt og sá þáttur sem ég finnst þurfa helst til endurskoðunar akkúrat forsetann. Vegna þess að fyrsti kaflinn náttúrulega algjörlega úr takti veruleikum og hann ættaður úr konungalögunum dönsku frá 1665 sem eitt svarsnasta blagg einveldisskipan í Evrópu og oft vitnað til þess í fræðiritum. Þarna sé einveldið best skilgreint í þessi ekkert plagg sem skilgreinir einveldið jafnvel eins og konungalögin dönsku. Og ég held í bókinni ég notaði enga fræðum í lögfræði, ég held í takki einmitt aðra grein konungalögin til að sýna fram á eðli einveldisins. Þannig að nú þá það hitt atriði sem ég ætlaði að nefna. Já, það það. Sko, menn með náttúrulega ekki gleyma því að það var margt breyta stjórnarskránni. Hún ekkert óbreytt, það bara ekkert líkamikið eftir henni, það helst og forsetakaflinn. Mannréttindakaflinn alveg endurskoðað frá grunni og svo framvegis og þetta var gert ekki langt síðan, 1995 og þá 1991 voru gerðar miklar breytingar og svo framvegis ég nefni bara tvennt sem ég man akkúrat í svipinn. Þannig að henni hefur verið oft breytt, þannig að það í sjálf sér ekkert ýkja mikið eftir eins og var frá 1944, ég svo ekki talið það saman en það var ágætt að skoða það. Og svo að lokum með völd forseta. Ég held að það talað núverandi forseti sé nokkuð svona aðsóknsmikil en ég held að Sveinn Björnsson hafi nú ekki látið sinn hlut eftir liggja. Þannig að ég vill það til, ég bara hef nú gögn hans undir hendur, svo ég hef bara því miður ekki komið þeim frá mér, en hann vasandist í öllu, situr fund í utanríkismálanefndar og svo hann svo ég nefnir bara dæmi, en þá hann hafði það reynslu sem var kannski ekki mikið á þeim tíma, en það mikla reynslu af utanríkismálum sem kannski fáir höfðu á þeim tíma. Nú, ég hef grunum að Ásgeir Ásgeirsson hafi nú makkað ýmislegt, en það má ekki segja að núverandi forseti sé kannski eitthvað háværari en þeir og þá beri meira á þessu. En þarna þetta væri ástæða til að skoða vel og vandlega. Takk. Ágúst Þór, gjör svo vel. Já, ég vil nú kannski leggja áherslu á að við ættum að huga hugsanlega betur að því sem að er í lagi. Það engin spurning, ég hef verið áhugamaður það í 3 áratugi að stjórnarskráin sé endurskoðuð, en það má heldur ekki gleyma því hvað þýðir það, endurskoða og ég held að við ættum að bara hugsa það eins betur að skoða það sem við höfum og vera ekki endilega að hrófla við hlutum sem ekki klárlega til vansa. Ég til dæmis bara svo í taki, maður getur sagt, hugsanlega 2 lítil atriði sem dæmi svona í lokin af því að þau hafa ekkert verið sérstaklega nefnd Björn tilgreindi þau reyndar með kjörtímabil, hvað forsetinn mætti sitja mörg kjörtímabil og ætti að hafa meiri hluta á bakvið sig. Ég tel hvort tveggja
óráðlegt. Við höfum fyrirkomulag sem ég held fram að í samanburði við önnur Vesturlönd með lýðveldis fyrirkomulag hafi bara reynst ágætlega. Við höfum kosið okkur forseta sem að hafa aðrir en Kristján R. Björn ekki haft meirihluta á bak við sig, en ég held ekki bara í lengdinni heldur eftir tiltölulega stuttan tíma í embætti hafi þjóðin sæst við sinn forseta. Ég held að þetta sé ágætis svona meðferðarúrræði fyrir almennt valdið rifrildisgjarna þjóð. Síðan þetta með að með ekki sitja lengur heldur en í 3 kjörtímabil, miðað við þann forseta sem að ég horfi á í tillögum stjórnlagaráðs sé ég enga ástæðu til þess að hann með ekki sitja bara eins lengi og hann getur. Það ekkert, ég get ekki sé að hann geti orðið stjórnskipunni hættulegur með neinu móti þrátt fyrir einhverju ímyndaða þrásetu, og þá það bara undir kjósendum komið hvort þeir sameinast annan frambjóðan. Takk. Takk. Eiríkur Bergmann. Já, takk fyrir. Fyrst varðandi það sem hér hefur komið fram að valdheimildir forsetans séu óljósar í okkar tillögum sem að ég alfarið ósammála. Ég held að Þorkell og Þorvaldur hafi lýst því mjög vel að þetta ansi skýrt. Og í ljósi þess að þá endurskoða það sem fyrir hvað erum við með í höndunum? Þú farið smá hugarleik. Ímyndum okkur land langt í burtu, hver og einn getur ákveðið hvað hann vill að heiti. Og segjum að í stjórnarskrá þessa lands standi í 2. grein að forseti Íslands fari með löggjafar og framkvæmdavald ásamt þingi og ráðherra. Ímyndum okkur svo að í 13. grein, að í 15. grein standi forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim. Að í 16. grein standi forseti lýðveldisins og ráðherra skipar ríkisráð og hefur forsetinn þar forseti og öll mikilvæg lög og stjórnarerindi skuli borin þar upp. Nú, ímyndum okkur að í 20. grein stjórnarskrár þessara ímyndaða lands standi að forseti lýðveldisins veiti þau embætti lögmæla og að í sömu grein standi að hann geti vikið þeim frá embætti hann hefur veitt það. Hann geti flutt embættismenn úr einu embætti í annað og svo framvegis. Segjum ímyndum okkur að í 21. grein standi að forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Að í 23. grein standi að forseti lýðveldisins geti fresta fundum Alþingis tiltekinn tíma. Ímyndum okkur að í 24. grein standi forseti lýðveldisins getur rofið Alþingi og skal þá stofna til nýrra kosninga. Ímyndum okkur að í 25. grein standi forseti lýðveldisins getur látið leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga og annarra samþykkta. Og að í 28. grein standi þegar að brýna nauðsyn beri til getur forseti gefið út bráðabirgðarlög. Að í 29. grein standi að hann geti náðað menn og að í 30. greininni standi að forsetinn geti veitt undanþágur frá lögum sem að fara til að verið eftir hingað til. Ímyndum okkur að þetta sé stjórnarskrá land sem að við höfum aldrei komið til og heitir eitthvað sem við sjálf kjósum. Kannast eitthvað við þetta land? Búum við í þessu landi? Það ætti kannski einhver að segja forsætisráðherranum frá þessu. Að þetta sé svona. Ég kannast ekki við þetta land. Ég hef búið hér í 42 ár og þetta ekki sá raunveruleiki sem blasir við mér hér á hverjum degi. Enda stendur í þessari sömu stjórnarskrá þessar sama ímyndaða lands að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt og að hann sé ábyrgðarlaus að stjórnarathöfnum. Og við stöndum frammi fyrir því verkefni að það er í gildi gamla stjórnarskráin og svo búið að semja nýja stjórnarskrá. Og ef einhver myndi nú spyrja mig hvort að valdheimildir forseta séu skýrari eða óskýrari í núverandi stjórnarskrá og þá er svar frá þeirri gömlu og þá er svar mitt alveg skiptu því. Það liggur alveg kristaltært fyrir.
Þessi stjórnarskrá fyrir eitthvað allt annað land heldur en lýðveldið Íslands á 21. öldinni. Þessi stjórnarskrá hérna held ég bara ansi hreint prýðileg stjórnarskrá fyrir nútíma ríkið Ísland. Áður en við klöppum endanlega, gjör svo vel Björg. Já, takk fyrir. Já, ég get nú ekki kannski brugðist við öllu sem margt sem hefur komið hér fram sem væri gaman að ræða nánar en ég vil bara byrja við að segja að ég er hjartanlega sammála með Eiríkur og nefndi það alveg sérstaklega að það hefði verið tekið tillit til þess að láta endurspeglast betur í ákvæðum stjórnarskrárinnar hver eru raunveruleg völd forsetans. Og það gerir það. Hún er miklu skýrari að því leyti og ég tel að þar hafi stjórnlagaráð unnið þarft verk að vísu ekki mjög flókið eða erfitt. Það bara hægt að vera sammála að það eigi þá að fjalla að þar sem forseti fer með raunveruleg völd að það sé þess getið en annars ekki. Vandinn var þessi örfáu ákvæði sem stóðu eftir 2 eða 3 ákvæði, ekki þessi 20 þar sem forlega valdið fært til hliðar. Mér þykir það góð breyting og til mikilla bóta fyrir, uppfylli markmið ykkar í stjórnlagaráði að búa til stjórnarskrá sem skýrari og aðgengilegri og skynjalegri fyrir fólki í landinu. Og það bara hið besta mál. Þannig við erum sammála þetta. Ég hins vegar ekki, vildi kannski svona taka sérstaklega fram að við þurfum ekki að byrja á núlli, nefndi Ágúst Þór hér áðan og ég held að þetta stjórnlagaráð sem vinnur á þessum tillögum hafa alls ekkert verið að byrja á neinu núlli. Ég held að það sé engin slík umbylting í þeirra tillögum sem að þýði að við séum að byrja á einhverjum nýjum byrjunarreit. Það mjög gott við þessar tillögur, mjög margt eins og þetta með að skilgreina þetta formulega hlutverk forsetans. Það eru komin þarna inn mikilvægar reglur eins og þingræði og það er fjallað endurskoðunarvald dómstóla og það er fjallað þarna hluti sem eru mjög mikilvægir þættir í stjórnskipuninni og koma miklu skýra fram. Það er eins og auðvitað margt líka annað sem ég líka ósátt við hvernig sett fram sem við erum ekki að ræða hér en að þessu leyti til hefur ráðið uppfyllt skyldu sína, það við búið til skýrari og skiljanlegri stjórnarskrá þótt ég sé ekki og menn séu ekki efnislega sammála öllum tillögunum og það verður rætt síðan. En Ágúst Þór benti líka á talandi lýðveldi að ekkert lýðveldi hafi verið til með þjóðkjörnum forseta þar sem reynir ekki á ágreiningum stöðans. Ég alveg sammála því, það geta oft verið álitamál það. En það eru líka mörg dæmi lýðveldi, það sem brugðist við, ef það er kannski eitthvað sem í stjórnarskránni sem þjóðin ekki ánægð með og vill breyta stjórnarskránni, að þá hefur álitamálum forsetan verið endurskoðað frá grunni og endurskilgreint. Og það er gert í nýjum stjórnarskránum, það er gert, við höfum oft vísað til stjórnarskrárinnar finnsku, sem að það var einu helsta ástæðan fyrir því að finnska stjórnarskráin var algjörlega tekin upp að þessu leyti til, endurskoðuð og gefin út ný stjórnarskrá 1999, þar sem hlutverk forsetans var skilgreint og sérstaklega dregið úr því vegna þess að það var komið fram úr öllu því sem að menn höfðu nokkuð tíma séð fyrir og hann var orðin valdamesta stofnunin í finnsku stjórnskipulagi. Og þá vík ég aftur að því og að því að bregða sérstaklega við því sem þú nefndir Eiríkur að forsetinn fara sjálfsögðu ekki með fyrirsvar á erlendum vettvangi og þú lest upp þessa tillögu í frumvarpi stjórnlagaráðs sem er mjög góð og gild og það er margt í kaflanum utanríkismál sem að ég teldi mikill að bóta. Við erum bara ekki að ræða það hér. En hins vegar það svo að þegar forseti á erlendri grundu, þá hann einfaldlega sem þjóðhöfðingi í fyrirsvari fyrir íslenska ríkið. Hann gerir kannski ekki beinar þjóðréttarskuldbindingar af því að stjórnarskráin okkar ætlast ekki til þess að hann gerir það. En þegar hann í fyrirsvari á erlendri grundu, þá talar hann fyrir ríkið. Og það sem gerir síðan enn frekar þegar að menn átta sig á því í erfiðum málum að forsetinn þótt hann fari ekki með fyrirsvar, þá hefur hann úrslitað vald það hvernig lög sem eru sett til að framfylgja alþjóðaskuldbindingu, hvort þau fari í þjóðaratkvæði. Þannig að vald hans meira en lítið þegar hann segir eitthvað á alþjóðlegum vettvangi sem að samrýmist ekki stefnu ríkisstjórnar og þings og fyrst og fremst þings og ríkisstjórnar sem vel undirstrikað í ykkar tillögum. Og ég held að það veri eðlilegt að bregðast við því að ætlast til þess með skýrum stöfum að forseti fylgi þeirri stefnu sem mótuð af þingi og ríkisstjórn í sameiningu á hverjum tíma. Það til dæmis gert í Finnlandi, svo ég vísi nú aftur til þess að það búið að skilgreina og njörva niður hlutverk forsetans á vettvangi Evrópusambandsins sem náttúrulega ekkert smá mál þegar hann að koma fram fyrir hönd ríkisins. Það algjörlega tekið til þess hvaða hlutverki hann gegnir þar og skilgreint í hvaða herfböð hann kemur það fram. Þannig að ég held að þetta sé ekki svo einfalt að lesa hver fer með fyrirsvar
í utanríkismálum, jú, það eru þingið sem mótar stefnu í utanríkismálum og ríkisstjórnin fylgir henni, en það segir bara ekki alltaf söguna þegar við höfum þvílíkan áhrifavald sem að breytir kannski einhverju málflutningi sem að kannski utanríkisráðherra ríkisstjórnin fer með á alþjóðavettvangi og þegar kemur í ljós að það er einhverju önnur rödd sem að mun svo eiga verulega mikið það að segja hvort að þetta fer endanlega til ákvörðunar hjá þjóðinni, eins og til dæmis að borga lán og skuldir orðum manna og það má ætla að menn viti hvernig svo niðurstaða verður en verið að semja slíkt mál og það fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig ég held að sé ekki hægt að skoða ákvæðin svona algreint og eins og þetta sé bara einfalt mál að forseti komi nálægt utanríkismálum. Sigurður nefnir illa létt í lokin að tala að það hafi verið þróun í sögu Evrópuríkja frá upphafi sérstaklega eftir hvað 11. öld eða svo, að það hafi verið togstreita milli konungs og síðan þegar þing fara verða til sem sé að það verða valdastéttin verður, konungur hefur þar mikið vald sem togstreita en það er auðvitað ekkert líku saman að jafna þegar við erum að tala lýðræðislega kjör í þing og ég meina konungur þegar stjórnarskráin sett á einveldistími kringum 1850 og þá eru ráðherrar í umboði konungs. Það hefur bara breyst með tilkomu þingræðisreglunnar og það liggur þá alveg ljóst fyrir að það er þingið sem á þá að tempra vald framkvæmdarvaldsins. Það er svo skrítið að sé talað að það eigi að tempra löggjafarvaldi. Það er eiginlega svolítið ný hugsun finnst mér að það þurfa að tempra vettvang lýðræðislegra kjörinna fulltrúa. Af hverju er ekki fundið inn á þeim vettvangi temprur? Það er klára. Það sem að til dæmis megi tryggja að aukinn meirihluti þingmanna þurfa að samþykkja ýmis mál til þess að tryggja þá samstöðu. Til dæmis að minnihluti þingmanna geti vísað málum í þjóðaratkvæði. Ég held að þetta sé mikið farsælla heldur en að búa til einhverja temprun á lýðræðislega kjörin vettvang sem að þjóðin hefur kosið. Bandaríkjamenn, stofnendur Bandaríkjanna, þeir lögðu mikla áherslu á tempra valdþingsins. Já, en það er bara öðruvísi aðstæður hér sem ég tel að það ekki við að þessu. Já, það deilum það, en hvað það, en þetta hefur verið vandamál ekki uppfunnið af mér. Takk ykkur, þá förum við að slá botnin í þetta. Ég vil þakka öllum þáttakendum bæði í pallborði og í salnum fyrir komuna. Ég ítreka að þessi málstofuröð okkar lagadeildanna er hluti af þessari víðtæku umræðu sem á að eiga sér stað í tilefni af þessum tillögum stjórnlagaráðs. Eitt sem ég held að þessi umræða og umræður undanförnu hafa sýnt er að það er tillögur sem hér hafa komið fram. Það þarf að ræða þær efnislega. Íslenska þjóðin þarf tíma til þess að gera það, mynda sér skoðun á því og vegna þess að endanleg niðurstaða þjóðarinnar þarf líka að fela í sér málamiðlun og sættir niðurstöðu eins og svo málamiðlun sem kom fram í þessum 25 hópi. Það kann vel að vera að þjóðin komist að annarri málamiðlun framtíðina heldur en það kemur. Takk ykkur fyrir.